Já, góða kvöldið Overwatch samfélag Íslands. Góða kvöldið. Það Losers Bracket Finals það hver fær síðan að halda áfram, hvort það verði kartöflur eða útlagar. Kartöflur hafa þó séns. Kartöflunar hafa það séns, en sömuleiðis útlagar. Já. Tvö svakalega sterk lið sem eru að mætast hérna í kvöld. Og við getum staðfest að útlagar eru að skjóta á öllum sílindurum, enda tóku okkur rækilega í bakaríið í gærkvöldi. Þannig að það er bara æsispennandi leikur framöndan og við byrjum á fyrsta mappi sem er Oasis, sem er control map. Þannig að ef bæði lið eru ready, þá við bara að fara að henda okkur inn í þetta map. Það er bara spurning hvað liðin ætla að gera. Það kemur allt í ljós. Við erum að fara inn á Oasis og sjáum þetta yfirlitsmyndir. En það sem sagt, við byrjum hérna á Oasis. Þetta er Gardens, ekki? Jú, þetta er Gardens. Á Oasis gríðarlega fælt map. Já, ég var ekki á móti að kíkja hingað, sko. Nei, heldur betur ekki. Það er samt ekki gaman að kíkja hingað á meðan spilararnir okkar eru hérna. Ég verður til að kíkja hingað þegar þetta er í fríi eða eitthvað. En það er dálítið dive í gangi hjá báðum liðum. Það er spurning hvort liðið þú vilt fara yfir? Ég skal bara fara yfir útlaga. Þú tekur útlagana. Það sagt, Wardenit ætlar að spila Monkey, Spyroinn ætlar að spila Dífu, Gemlingur ætlar að fara á Tracer, Shark, á Sombru, Venus á Unu og Wi-Fi fyrir Lucio. Já, og nú eru liðan okkur laga stað og við sjáum að endurtakt hérna hjá kartöflum megin er á Ball. Öddi var á sem við þurfum til þess að fá teleportur inn en skipti núna yfir á Tracer. Snoopferret er á Dífunni, Fez á Föru með Brinkley, Smasher og Mercy og QRT er á Önu. Við sjáum að hann er komin í að krappa hann endurtakt og fellur. Það er á Spyroinn og Gemlingur, taka hann hérna út fyrir sögja. Spyroinn tekur QRT. Já, og þessi bardagi er mjög hratt að færast útlöfum í vil. Þó að bæði Wardenit og Spyroinn hérna skiptist á að missa heilmikið af sínum hitpoints. Hvað? Pása? Pása? Eins og ég var að segja, þó að Spyroinn og Wardenit skiptist á að missa hitpoints þá tekst Venus og Wi-Fi að halda þeim mjög vel topped up. Það fellur engin útlagamegin hingað til. Þetta ná bara útlagar að halda því þannig. Útlagar eru með first cap, komin upp í 3% hérna þegar þessi pása verður stað og við erum að koma út úr pásu. Og útlagar eru með yfirbyrði á pointinu. Brinkley er að reyna að flýja og tekst það ekki. Spyroinn datt það núna. Það er spurning hvernig hann var að elta. Líklega verið að elta Fez. Ég var að horfa á hérna Wardenit og Gemling elta hérna Brinkley's og Mercy-inni út af pointinu. Endur þetta er komin í einhverja hringferð hérna og klæðir að sig og svingar inn á pointið. Það er bældraður sem nær engum. Hann er bara að reyna að nokka alla af hæggrandinu. Sjáum að Öddi er hann í baklæðinu, var að reyna að aðast í Shark er fallinn. Wardenit tekur út Snoopferret og þetta það gerist ekki mikið í þessum fight.
Það var þarna dífubomb frá Snúferret sem hann náði engum. Já, Wordinit fekk nano. Já, Wordinit fekk nano og í rauninni hreinsaði bara upp. Það virðist vera erfitt fyrir kartöflur að finna hvaða target þeir eiga að vera að taka núna. En útlagar eiga ekki í neinum... Já, Fes nær hann að gemlingi, en það var kannski ekki alveg targetið sem hann hefði viljað vera að ná. Spyroinn tekur þetta út endur það. Neinum. Já. Eru algeng svoleiðis dífubomb, svona ná engum. Og útlagar eru mjög mikið ennþá með yfirburðina hérna á pointinu. Eru ekki búin að missa neitt og halda í hérna EMP sem að þeir henda út núna. Shark með EMP-ið og það fara báðir healerar hérna kartafla og afgangurinn á liðinu ansi hrætt eftir það. En YP og Wordinit fjallu reyndar en það virðist bara ekki alltaf að skipta neinu máli fyrir útlaga. Nei, það var engu máli. Ég sýna þetta mikla yfirbyrði, taka pointið 100% á móti 0% kartafla. Þetta lítur rosalega vel út hjá útlögum. En ég menna þú veist leikurinn er bara nýbyrjaður. Þetta er nýbyrjað, það getur allt gerst. Allt gerst. Og það getur vel verið að kartöflur séu bara að koma sér á stað. Sýnist það þessu enga breytingar hjá útlöfum? Litlar breytingar hjá kartöflum, aðraðan það að endur það er búin að færa sig yfir á Reinhardt. Og Fess er komin yfir á Genji líka. Já. Veitir byrjar rándið þarna á Symmetry aftur til þess að teleporta sitt lið. En útlagar eru samt fyrri til á pointið. Kartöflur eru alltaf að taka hérna hægrandið. Og vonum að það gefi þeim eitthvað. Og Endertad er farin niður. Og fljótt fylgir afgangunum leiðin eftir. Wordinit að ruggla mjög mikið í backline-u hjá hútum. Sem að gefur Spyroinn tækifæri til að taka út QRT og Endertad. Það er hérna 6 á móti 3 hérna á pointinu. Og Bringilius fellur, Fes var farin út af pointi og útlagar fá hérna first cap. Það eru að nálgast ult hjá Venusat og Shark og Wordinit. QRT er búinn að skipta hérna yfir í BAP sem að setur það dálítið aftarlega með ult bankan sinn. Stór stand-in-1. Ötti er komin yfir á McCree. Fes nær Venusat, en Ötti er fallinn og QRT líka. Wordinit náði þannig að byggja upp primalu sitt svo hratt að það er bara fæst voða lítið stoppaðan. Hún tekur hann að Endertad líka og Snúferret úr mekkanum sínum og Spyroinn remekkar á Snúferret. Þetta er disrespect á hæsta mælikvarða. Hrútar þurfa að reyna að finna eitthvað Hrútar? Til að... Já, kartöflur. Nei, kartöflur, já. Það eru kartöflur. Kartöflur þurfa að finna eitthvað að gera til að snúa þessu við. Já, þau eru þannig að nálgast Shatter, en þarna kemur, já, herðu, það er andriðið, en Wordinit er fallinn en Endertad passaði sig ekki alveg nógu vel á bombunni þarna. Þannig að það eru bæði lið meintanglaus. Sjáum hvorum gengur betur þá. Það virðist alltaf að vera kartöflur, en Ötti er fallinn og QRT líka. Shark og Venusat þetta að berjast tilbaka. Venusat er að standa þessi alveg þokkalega vel. Líkum bara þarna svona. Bringilius og Fes eru að vinna sína vinnu, en Endertad og Wordinit eru báður konur aftur á Winston. En Wordinit tapaði þarna. Og nú ná kartöflur pointinu eftir að overtime
byrjaði og sjáum hvort að þeim takist betur upp að defenda en þeim tókst að reyna að ná fyrsta kapp. Og þau eru núna komin í mjög svipað setup og útlagar voru að vinna með. Kemur Og ekki þó út aðrir úr DPS-ar. Bíóbón. Nei. En Fizz er að það með Genji-bleiðið. Já, og Wi-Fi En þarf í rauninni bara að hlaupa í burtu og fellur að það. Endurtak nær að taka út Shark áður en að Shark nær að hlaða mikið meira í EMP-ið. En fellur og Bringilís og Öddi líka. Gerur bara ekki Sem neitt. stoppað. Það bara virðist þetta að vera lítið eftir af þessu. Snoop til fallinn og útlagar flippa pointinu. Við sjáum að Fizz er þarna komin aftur á pointið. Lifir ekki lengi. Endur þarna að hoppa inn á Endurtak pointið. og Bringilís er þarna einhvers staðar. Hann er að læðast þarna eftir að Endurtak fellur. Hann er hakkaður aumingakallinn og þetta virðist ætla að vera búið. Nema Öddi, já, og þar er það. Útlagar vinna fyrsta mapp og eru komin einu skrefi nær því að tryggja sér sæti í undan úrslita viðuregninni. Þar sem þeir munu mæta hverjum aftur, það eru hrútar. Já, þetta er undanúrslitin í losers bracket núna. Nei, þeir eru ná sér, tryggja sér sæti í úrslitum, ekki undanúrslitum. Þannig, já. Ég fer þetta með rangt mál. Bara algjör rugludallur. Ég heiti Ruglix hérna inn í mótstjórn Discordinu og það er ekkert á ástæðalausu. Nei, það er rétt. En hann, það eru menn hérna á baku tjöldin sem að leiðrétta mann þegar maður fer með náttmál og ég þakka þeim kærlega vel fyrir, þeir vita hverjir þeir eru. En þeir sem sagt, útlagar, þau eru komin skrefi nær því að tryggja sér sæti í úrslitaviðuregninni gegn hrútum upp á það síðan að fá að taka þátt í úrvalsdeildinni næstu helgi. En þetta tap hjá kartöflum gefur þeim ákveðin framdrátt í að fá að velja næsta mapp. Og það getur gert gæfumuninn að fá að velja það hvar þú vilt mæta óvinnunum. Já, kartöflur sem sagt völdu Kings Row sem er mjög algengt mapp, sem er mjög algengt mapp sem mörg lið velja. Þetta er mjög vinsælt mapp. Og já, útlagar velja attack or defend og útlagar eru búin að gera það ljóst að þeir vilja byrja að defenda. Þannig að eftir örskamastund þá fáum við að sjá þessi lið mætast á Kings Row. Það er mér ekki ferskt í minni hvernig fór síðast þegar þessi lið mættust. Manst þú það betur en ég? Nei, var það streamað? Nei, ég er ekki alveg viss um það. Það man það ekki. Þú voru ekki að fara með. En ábyggilega hafi farið mjög jafnt. Já, ég myndi ekki ská það. Já, þetta er náttúrulega mjög svipuð lið, mjög svipað sterk lið. En maður náttúrulega fyrst að útlagar eru partar af Sakura eSports þá er ábyggilega æfingaprógrammi þeirra allt öðruvísi, en ég meina náttúrulega kartöflur eru líka FH, svo þeir eru náttúrulega með eitthvað æfingaprógram líka. Já, en við munum það síðasta sísoni að kartöflur
með naumundum mistu af þeir eru Fylkir, ekki FH. Nei, það eru Fylkir. Já, en þarna fórst þú með náttúrulega? Nei, sagði ég FH? Já, greinilega. Já, ok. Ég var ekki til pælið, en það er Fylkir, sko. Ég vissi það, sko. Já, við vitum þetta allt. Það er bara spurning hvort það komið rétt út úr okkur. Já. En útlagar unnu, sem sagt, Kartöflur í season 2, 3-0, síðastur að þau kepptu. Og þetta erum við að fá frá Analytics borðin okkar. Þetta eru þvílíkir snillingar sem er hérna baka tjöldin. Fæða okkur information, en við munum það einmitt að Kartöflur rétt með naumundum mistu að því að komast í úrslita veruna í season 2. En útlagar komust þangað og tryggðu sér þriðja sætið með því að sigra einmitt okkur í Berserkjum. En virðast ætla sér að fara lengra í kvöld í þessu móti. Ég ætla ekki að bara að vinna þetta. Já, heldur betur. Og við sjáum hérna að útlagar, svo ég steli að þið liðinu, eru komin hérna á pointið til þess að defenda. Það er Wordinit á Reinhardt, Spyroin á Dífu, Gemlingur á Makri, Shark á Mei, Venusat á Önnu og Wifi á Lucio. Og við sjáum að Venusat er hérna að fela sig bak við símabásinn, sko. En Wifi hangir hérna með Wordinit framalega, þannig að við megum búast við að sjá einhver svona speed boost til þess að koma Wordinit í öruggt skjól eftir að hann er búinn að gera einhverja hluti. Svo í Kartöflum þá er Snoopferret á Sari, Endertat á Rein, QRT á Hanzo, Fess á Mikri, Audi á Baptiste og Bryngilius á Lucio. Við sjáum það, að Audi og QRT eru búin að skipta hlutverk. Audi komin yfir á support og QRT á DPS. Þarna var Wordinit með naumundum bjargað og dansar þarna á línunni. Rosalega lítið HP eftir. Það er komið tikk á Kartöflum og Wordinit fellur. Shark fylgir þarna kjölfarið og QRT fellur eins og þar. En Kartöflur tryggja sér pointið þarna með því að klára afganginn af útlögum. Þetta er rosa auðveldlega. Þetta var gert af öryggi og með hraða. Það eru 5,5 mínúta í bankanum þegar payloadir rúlar hérna af stað á Kartöflum. Við sjáum að Kartöflur eru búin að koma sér framalega fyrir með QRT að klifra hann upp á þessa flanka á meðan Endertat, Snoopferret og Audi hanga hann við hornið. Spyro mættur hann upp samt til þess að mæta en drekinn kemur út og útlagar passa sig á honum. Það er að nýta... Það kemur Nano og Endertat, Wordinit og hann ætla bara að hjóla inn í liðan. Þvílíkt tjatter og 3 manna fæðistræk. Svakalegt. Wordinit er þarna með playið, 4 kill og árás Kartöflumanna stöðvuð. Það er ekki séns í þetta. Nei, og það var alveg greinilegt að Wifi var með speedboostið í gangi og það átti að bara vaða beint inn í Kartöflur. Dífu bomba hana sem allir forðast nema Snoopferret. Auðmingja Snoop hana, en Gemlingur fjall. Hann heldur í High Noon sem að Fess notaði og náði engum killum með. Við sjáum hvað Gemlingur gerir þegar hann kemur aftur. En já, það kemur Shatter en Wifi náði út soundbarriernum sem að þýðir að Endertat sem ekki var með Nano því að Audi er að spila Baptiste náði ekki jafn góðum árangri úr sínu Shatteri en
Við Þau kemur eru út samt Nano á á Wordinit. bakfætinum hérna útlagarnir. En Gemlingur notar hænúni sitt nær stúpferð á Brykkilíus. Wordinit tekur út Endertat og Auddi er hann að flýja. En er felldur. Útlagar vita nákvæmlega hvenær þau að gefa eftir og hvenær þau að setja allt í botn. Og það er búið að sjást rosalega vel hérna á streetfaceinu á Kings Row. Og núna halda þau það, en þessi dreki er á nákvæmlega réttu stað. Nær Wi-Fi og nær Wordinit, Shark fylgir í kjölfarið þarna og lítið sem útlagar getur gert annað en bara að flýja í örugt skjól. Endertat þarna svæfður, sniðugt hjá Venusat að leggja hann og skilja hann eftir liggjandi. Spyroinn kemst ekki út með Mekkal sinn en hangir þarna upp á. Gemlingur fallinn og Fez Shoot shatter frá Endertat. Fez nær hann að Spyroinn. Og Shark er á meginni að tefja. Og kartöflur eru með 3:40. 3:40 hérna þegar þeir rúlla inn í Point C, inn í húsið með botlausa pittunum undir. Það kemur hérna út. Gluggi, Rauta, en Mei últið beint á pointið. Wordinit hendur hann í Shark bara for good measure. Það er eins og Wordinit sé bara með... Nei, en það er svona pínlítið þess að Wordinit sé með að tengt bara saman. Það verður Nano og það ítir hann strax á Q, sko. Það er spurning hvort það sé Makro sem að Venusat sé með tengt hjá sér, sko, og bara hann ítir á Q þá kemur sjálfkrafa Q hjá Wordinit. Já, það getur verið við. Já, hérna kemur Deadeye frá Fez. Það er ekki neinum. Þeir Nær eru dífabomb á einhvernum Spyroinn. Já, en Spyroinn er hérna tekin út og nær engum þessu dífabombi nema Immortality fyrir að setja. Gemlingur er þetta! Vá, heyrðu þið! Þetta var... Það var ekki nóg. Það var Big Ball, það voru þvílíkar hræðar í þessu hænúni, sko. Í miðju grafi. Wordinit fellur bara strax, kemur út shatter. Nær engum, en hann lætur það ekki stöða sig og fer hann upp til þess að taka afganginn á liðin út. Spyroinn einn eftir á pointinu og kartöflur klára. Með hæpar 2 mínútur. Hæpar 2 mínútur í tímabankanum. Þetta var fallega gert af kartöflum, en einnig mjög vel spilað hjá útlegum. Þegar kartöflur náðu þarna yfirhöndinni, þá var lítið eftir sem gat stoppað. Já. Leið og bara þið vissu hvað þið vildu gera, þá urðu þeir að bara svona óstöðvanlegu afli. Bara leið og þeir bara átta sig á því hvað þið vilja gera, þá byrjar þetta að rúlla hjá þeir. Ég held að þeir hafi svo sem verið með allan tíman á hreinu hvað þeir vildu gera. Þetta var spurningin að slá vopnin úr höndum útlaga sem að þeim tókst þarna og keyrðu síðan bara harkalega í gegn. Þetta var þarna... Þeir náðu Wordinit út og eftir það, var þessi dreki. Og dreki frá QRT sem að í rauninni tryggði þeim dálítið mikið bara mappið, sko. En allavega point B, því að útlagar voru dálítið á afturfótunum eftir þann dreka, mistu þarna Wi-Fi og Wordinit og áttu sér lítið til varnar. En það eru litlar breytingar, engar breytingar hjá kartöflum. Nei. En Gemlingur er á Reaper. Og Shark er á mainni sem hann skipti þarna yfir á seinni hluta leiksins. Endertat er í babba! Fastur við vegg! Fellur þarna.
En útlagar ætla sér að bakka. Já, eitthvað að reyna að... Virðist vera eitthvað óákveðið pussan. Þau eru með yfirhöndina í þessum fight. Þurfum vel að vona það. Já, heyrðu, þau voru bara að bíða til að vera með vekk. Endur þetta hins að koma tilbaka. Við skulum vona að þetta hafi ekki gefið þeim ómikið pláss. En kartöflur hafa ákveðið það að gefa upp þetta point, sýnst mér. Bakka. Einfallega setja sig upp fyrir defense hérna á point B. Þeir eru greinilega ekki að fara að messa í sjark á þessari megin. Nei, alls ekki. En það er bara eiginlega nákvæmlega sami tími á útlöfum þegar að Payloader rúlar af stað. Og sjáum enga stund fyrir bæði lið. Nei, þessi lið sérhæfir sig greinilega hvorugt í að halda pointum. Þetta er meira bara svona að berja point úr höndum aðstæðingsins. Kemur út Reki frá QRT, en hann fer að mestu leiti bara Hjútjatti inn í frá hótelið, Ender. framhjá. Þetta Kemur út annars hjatti frá counterpin Wordinate, en hjá Wordinate var svakalegt. En hann er með nanobústið og við sjáum að kartöflur, maintanklausir, bakka þangað til að ná Wordinate út og íta þá beint aftur inn. Gemlingur er þarna að fela sig, en QRT veit á honum, en honum er bara alveg sama. Nei, og þegar liða sem komið til hans, QRT náði ekki að taka hann út, sko. Við sjáum að Gemlingur er hérna að nálgast ultið sitt og það er líklegt að kartöflur séu kannski að meta það þannig að það sé á næsta leiti. En þarna kemur meiultið, það eru allir inn í þessu ulti, en það kemur bomba út frá Spyro sem nær Fez, en skaðinn er skeður, kartöflur hafa ekki fótur að standa á. Team kill þarna hjá útlöfum sem að íta harkalega í átt að point sé. Gemlingur hérna upp á hægrandinu, tilbúinn að hoppa niður með Death Blossomið sitt. Já, hann var ennþá tíma til að snerta. Payloadið er komið mjög nálægt og allir í kartöflum komnir beint undir. Gjörðu það! Nei! Stoppar þetta þrjú! Hann nær Audda, Fez og QRT og þetta er búið hérna á point B hjá kartöflum. Hann Fez var þarna með hænunni. Hann var viss í sinni sök að það myndi gera gagn. Hann vissi ekki af Gemlingi. Nei, Gemlingur kom bara upp úr þurri. Já. En Gemlingur vissi nákvæmlega hvað hann var að gera. Það var á hreinu. Það kemur Nano á Wordinate. Og Shatterið nær Endertat, en Endertat er bara, hann ætlar ekki að deyja fyrir hann í fullan hefana. Kemur Dreki út frá QRT, beint á pointið, nær engum samt. Og útlagar halda áfram pússaðina inn með mikið betri tímabanka heldur en kartöflur notabene. Eitti fellur síðan. Og hér kemur annað Blizzard. Fez komið með hæ núna og nær Wifi enda. Skiptir bara eitthvað máli. Hann var ekki á pointinu. Það var bara ekki nóg nálægt. En þetta gefur samt útlagur mikið meiri tíma. Já, útlagar eru með 3 mínútur og 48 sekundur á móti tæpum 2 mínútum kartafla, sem að þýðir að Cirka 2 mínútur munur. Já, næstum 2 mínúna munur. Það skiptir alveg miklu máli að vera að móða þarna úr tæplega 2-földum tímabanka kartaflumanna fyrir útlaga. Útlagar eru með tækifærin til þess að byggja upp þó nokkur ult bara á helmingnum af attack-roundinu sínu. En með það hvað þessi lið hafa verið að missa pointin sín hratt, þá sé ég samt alveg mjög góða möguleika á harkalegu overtime pussi frá kartöflum.
þeir geta auðvitað með við hvernig þetta var áðan, auðvitað komið þessu alla leið. Já, en það sama gildir útlaga. Útlagar gætu alveg jafn auðvitað komið þessu alla leið aftur. Þannig að við gætum verið að horfa hérna á þessi lið fara 6, jafnvel 7, eitthvað. Við gætum verið að horfa 3 round hérna á Kings Row. Já, þess vegna. Gæti alltaf farið svoleiðis. Það gæti alveg farið svoleiðis. Herðu, núna hvað kartöflar að gera? Fara hérna langan hring. Gerðu þetta samt áðan líka. Já, náðu ekki allir yfir. Núna eru allir komnir yfir. Kemur þetta stór standi á Endertat og Auda, en útlagar ekki í tæri til þess að gera neitt við því. Þeir eru farnir. Þetta bara að fara að minna á LA Gladiators. Bara The Great Bamboozle, sko. Já, nema þeir eru að fara hinum einu. Það full rotation. Nei, þetta lítur bara út þess að síðast rátt. Endertat fastur átt upp í vegginn. Það greinilega lærið ekkert að seinasta rátti. Sko, hann ekki einu sinni að defenda núna. Og hann lendi í sama á áðan þegar hann var að defenda. Hann var komin vitlaus megin á pointið. Nei, bara smá djók hérna. En kartöflur eru konur með sína liðsmenn aftur og ætla að henda í aðra tilraun. Þetta tók þá mínútu. Og þeir ætla að fara dálítið meira direct approach núna. Fara hérna í gegnum hótelið, gemlingur fallinn, þetta tækifærið. QRT náði honum og sjáum hvað þeir gera. Það kemur út gluggi. Flottur veggur til þess að stoppa gluggan. Já, Endertat farin einhvern út í einhverja skoðaferð hérna og Wordinit með nanoið, stórhættulegur. Spyro tekur Endertat út og Rísast Shatter. Þetta bara... Það ennþá point en fellur... Það eru 12 sekúndur núna þegar að fyrstu menn að koma aftur á kartöflum. Það eru 10 sekúndur eftir, þeir þurfa að snerta, annars er þetta búið. Það kemur hérna bomba frá Spyroin, Blizzard frá Shark, þetta búið! Það kemst ekki á point! Nei, Nei, reynir... Jú! Fess er rétt að komast á pointi. Fess er rétt að snerta en fallinn. Endertat fallinn, QRT hendur út dreganum sínum en hann gerir voðalega lítið gagn núna. Alveg nógu gott hjá þeim, þetta var svona góð tilraun. Þetta voru 2 mjög góðar tilraunir. Það mega fylkismenn eiga. Kartöflur gáfu þessu mjög góðar tilraunir. En náðu sér ekki einu sinni í tvikk, sem það þýðir að útlagar hafa hérna tæpar 4 mínútur. Þetta eiginlega heilt attack-round fyrir 1 tvikk á pointa. Sem það þýðir að kartöflur þurfa að spila fullkominn leik og ekkert minna en fullkominn til þess að gefa útlegum ekki annan sigur í þessum leik. Litla breytingar hjá útlegum, nema bara Wordinit farin yfir á Winston. Já. Gemlingur á Widow og Shark komin yfir á Sombru. Spyroin núna á Reinhardt. Það spurning hvort það sé eitthvað grín. En Fess hérna á... Kartöflur eru að verða dálítið seinir á pointið. En eru samt mættir. QRT á hans á honum en Fess komin yfir á Junkrat. En útlagar breyta aftur og allt komið í samt horf hjá þeim. Venusat þarna ansi lár en fær healing. Fellur ekki og allir útlegum eru komin. Nei. Fess og Endertat fallnir. Þetta lítur ekki vel út fyrir kartöflur. Venusat fellur eins og það og Spyroin tekin úr mekkanum sínum. Auði fallinn. Það eru engir eftir á pointinu nema Snoop. Auðmikið Snoop fellur þarna. 5 útlagar taka pointið hérna. Og Endertat fær ekki einu svona tækifæri til þess að snerta.
þá gerir þetta 2-0 Það er fyrir útlaga. 2-0 fyrir útlaga og við erum í best of 5 akkurat núna, skilst mér. Og það Sem að bara, þýðir einfallega það að ef að útlögum tekst að vinna eitt mapp í viðbót, þá er þetta svakalega öfluga lið á leiðinni í úrslit á móti hrútum. Og við heyrðum þarna 6 double kill sem þýddi það að Wordinit átti þarna hönd í hverju einasta killi sem átti sér stað þarna. hann var svakalegur. Þetta var risastórt shatter og þetta nano náttúrulega, Venusat með nanoinn á hreinu og Wordinit bringiljus með speedboostið til þess að koma Wordinit sko ekki bara að ræninum hjá, ekki bara að Endertat, heldur sko alla leið í baklanið til þess að taka hann udda bara. Það var, Wordinit fékk nanoið og nei, já, Wi-Fi meina ég, Wi-Fi hendir í speedboostið til þess að koma nú sko, koma hamrunum hans upp í óæðri endan og udda helst sko. Alla leið í baklanið. Þannig að það vantaði ekkert upp á samspilið þarna hjá þessu liði. Útlar eru greinilega bara með þetta mindset að þeir ætla að vinna. Bara vinna Algjörlega. helgamótið. Algjörlega, það er bara þannig. Útlagar ætla sér að taka þetta allt. Það er greinilega, þeim vantar greinilega ný leiklaborð. Það er greinilega. Þau ætla sér að næla sér í ný leiklaborð. Þau ætla sér að fara alla leið næstu helgi og væntanlega ætla sér ekkert minna en að vinna það líka. Kartöflur þurfa að velja mapp. Kartöflur fá að velja mapp hérna og allir fagna því að það sé ekki boðið upp á Assault eða hérna 2CP eins og það er líka kallað. Þannig að það yrði náttúrulega voðalega ljótt af kartöflum að velja eitthvað eins og París. En ég held að ekki einu sinni þeir myndu vilja taka París. Nei, það er mjög fáir sem vilja taka París. Já, ég þekki einn sem var mjög reglulega vill taka París og ég er ekki ennþá með á hreinu hvort hann sé að grínast eða ekki. Það er svona alveg skemmtilegt að taka svona ekki í komp ástæðum eða svona mótaðstæðum. Náttúrulega, já. Sko París er með það sér til framdráttar að vera með ágætlega skemmtilegt seinna point. Point B sem sagt. En point A á París er algjör hörmung. Já, ekkert spiss. Þannig Það er erfitt að komast inn í gegn. Já. Og veist, ekki einu sinni það, þetta er bara svona, það er eins og hönnuðir leiksins hafi hugsað sér hvernig gerum við point ekki bara erfitt að taka heldur eiginlega algjörlega ómögulegt að taka. En hérna eru við á leiðinni í Havana. Já, hér erum við á leiðinni á Havana. Þetta er mapp sem mér þykir rosa vænt um. Og við erum að fara hérna í Escort mappið Havana, já. Útlagar ætla að defenda fyrst. Já. Það er spurning hvað útlagar ætla sér hérna. Ég er strax með hugmyndir þegar ég sé þetta mapp. Það er spurning hvort að útlagar séu með sömu hugmyndir og ég. Ég er ekkert viss um það. Nei. Ég ætla að vona það. Það væri ógeðslega skemmtilegt. Mér þætti það ógeðslega skemmtilegt að horfa á það. En útlagar, jú, heyrðu! Útlagar eru komnir hérna á Reinhardt og Dífu með McCree og Mei, Önu og Lucio sem að gefur mér von og ég ætla að vona það. Já, Wi-Fi er hérna að croucha og allir er að croucha. Nei, ekki stoppa þarna. Koma svo, farið alla leið.
Þau ætla ekki ok. að stoppa alla. Þau ætla að stoppa þarna. Stoppa þarna í húsinu, bíða eftir því að kartöflur komi út. Nema- Snúpferð. Já, heyrðu, nei, þau ætla sér alveg upp á hurðinni. Og það kemur þetta meðvegurinn og það, já, þetta gerir mig glaðan. Ég er einfaldur maður. Já, spurning hvað kartöflur ætla að gera. Nei. Vörðinni fellur. Wordinit fellur mjög hratt. Skemlingur. En sem sagt, kartöflur En Spyroen er þarna, nær Fess og Audda og enginn eftir þarna nema Snúpferð á mótunum. Spyroen er fallinn. En ég er ekki viss að Snúpferð hafi mikið séns þarna á móti hálfu liði útlaga. Nei. Og við sjáum að Wordinit kemur þetta hratt tilbaka. Þetta, þó að hafi ekki farið kannski alveg að óskum útlaga, myndi ég giska á, kaupir þeim samt heilmikið tíma. Þar sem við sjáum að það eru 3 mínútur eftir og í staðinn fyrir að vera komnir langleiðina, þá eru þeir bara komnir hérna að tjókina sem flestir reyna að venda. Spyroen tekur hann út, Brinkiljus endar. En missir mekkan sinn til Audda. Þau eru að vinna mjög aggressíft í defensinu. Já, Wordinit tekur hann út QRT. Snoop örlítið og seitt með graspið til þess að éta þetta Firestrike. Og Wordinit er með Firestrike sín algjörlega on point. Við fundum fyrir þessu í gær líka á mótið þeim. Og Rhine-playið hjá hann og Wordinit er svakalega gott. En heiðu, Spyroen með þryggjamanna bombu! Ekkert sem kartöflur gátu gert í þessu. Nei, kartöflur héldu væntanlega þarna að þeir væru að vinna teamfight með rosalega flott flugs, en Spyroen sagði nei. Þetta er mitt teamfight. Kartöflur eru svolítið að splitta liði, fara út mismunandi útgangar. Henda þarna í drega til þess að reyna að skipta útöðum í sundur. Kemur hænún frá Gemling. Já, Gemling tekur það út 2, en hann er með Snoop í baki á sér. Við skulum vona að hann taki eftir því. 1,5 mínúta eftir að tímabankanum. 1,5 mínúta eftir. Wifi bakkar hérna með afgangunum á liðinu sinu. Spyroen ekki með mekkan sinn. Á meðan Endertat kemur hann tilbaka. Nei, Wordinit kemur hann tilbaka. Nú voru einmitt að bakka. Geta í rauninu gert voða lítið án Wordinits. Wordinit náttúrulega er mjög mikilvægur í þessu kompositioni. Venusat er að gera mjög mikið. Tók Wordinit út og tók síðan hænúna sem náði við Venusat. Það er bongo í gangi. Og útlagar eru bara búin að bakka bara mjög langt, ná í Wordinit aftur, en eru með 45 sekúndur til þess að komast aftur á pointið, eru með alla með sér og ætla sér að fara það og nei, það kemur út gluggi frá Brinkiljus. Það kemur Nano og Wordinit, honum er alveg sama þó að sé Transcendus og það, hann tekur bara út Brinkiljus. Ítir honum frá Transcendusinu. Stórt sjatter. Kannski ekki stór stjættir, þetta voru 2, en það er mikilvægt stjættir. Aumingja Snoop. Það eru 10 sekúndur eftir aftur. Og kartöflur hafa ekki náð að klára fyrsta punkt. Kemur QRT, reynir að snerta. Já, og texta en borgar fyrir það. Það er honum dýrkeypt. Gemlingur hann upp og tekur út Audda og Brinkiljus. Þetta er bara, ég ætla bara að segja það, þetta er búið. Spyroen er þarna með bombu. Það er, nei, Fess er á point sem Tracer, en hann næri ekkert að pussa. Þau haldi þessu bara kjurru. En það er ekki hægt að... Overtime kemur hérna út, þetta er bara alveg búið. 84,24 metrar. Þeir eru bara að ná point A. Spyroen var orðinn eitthvað þreyttur á Fess.
Ég vorkenni einhver áhorfendum að fá ekki að sjá hérna in-game chatið. En ég fekk að sjá það. Það var mjög skemmtilegt. En það getur verið mjög áhugavert að fylgjast með. Já. Hvað leikmenn að skrifa til hvers annars. Já, en ég vil bara segja að sko kartöflur gáfu mikið í þetta. Þetta var rosalega flott. En ultimately þetta stratt að halda svona harkalega framalega mjög öflugt á þessu mappi. Það gefur varnarliðinu svo mikinn auka tíma að það getur gert svakalega mikinn gæfumun. Við sjáum eins og að kartöflur ætla sér að gera eitthvað svipað en eru þó ekki með Lucio. Þeir ætla að vera með, og ekki með Önu heldur, þeir eru með Baptiste og eru með Föru og Mercy. Það ætla ekki reynilega nýta eins high ground að þau geta til að halda pointinu. Já, en Gemlingur fallinn. Shark stuttu eftir. Shark fellur hana, fesnaðir honum. En Snoop fer búinn að missa mekkan sinni það. En Spyron líka, mjög fljótt. Gemlingur fer yfir á Soldier til að Já. Ender það þarna með pinnið og nær vördinit síðan og Venusat líka. Snoop komin aftur í mekkan sinn. Og við sjáum þarna að Shark að læðast á sombrunni. Gemlingur nær auðna, en Venusat fellur og auðvitað dreginn aftur inn í heimins hérna lifandi. Vördinni þeirri sér að standa sig mjög vel og Spyron tekur út Brengilís. Það engin eftir nema auðmingi Endertat og Öddi sem voru þarna og Snoop. En eiginlega lítið hægt að telja Snoop með þar sem hann var dímekkaður og tekinn út svona hratt. En það eru 2:40 eftir núna og útlagar eru að nálgast hérna. Komin yfir tjókið. Já, nákvæmlega. Og Öddi nær að taka Shark en vördinni tekur út Endertat. Maintanklausir aftur auðmingja kartöflur og Divabomb frá Spyron sem nær bara immortality-fjöldinu við þetta. Þetta það sem Baptiste gefið þér sem að Anna gerir ekki fyrir þig. En útlar hafa bara haldið áfram að ýta allan annan tíma og ekkert hefur stöðvað þá hingað til með tæpar 2 mínútur og eru bara mætt á svæðið. Tæplega 1 meter eftir og búið. Og þessi leikur búinn. Útlagar eru komið með 3 sem að þýðir að útlagar eru á leiðinni í úrslitaviðuregnina gegn Hrútum og Horn. Nei, á morgun, á eftir. Á eftir. Bara rétt á eftir. Þarna sjáum við Spyron ná þessari bombu. Nei, heyrðu! Já, tók náttúrulega fes þarna líka og svo væntanlega hefur hann tekið QRT hérna. Til þess að kórona þetta hjá sér. En við ætlum að einhverja leikmenn í viðtöl. Já, við ætlum að heyra í fólki og sjá hvernig stemmingin er. Já. Útlagar hljóta að vera ábyggilega rosa sáttir. Útlagar myndu eiginlega komur á óvart þegar þeir væri ekki sáttir. Já. Og það komið á hreint að allavega já, og við fáum síðan í viðtöl Venusat og Fes og það kemur það ljós hvor kemur á undan. Fes komin í biðstofuna, hann mættir til okkur Fes. Góða kvöldið. Góða kvöldið Fes. Hvað segirðu? Ég segi bara allt eins.
Já, hvernig stemmingin í liðinu eftir tapið? Það svona, hún ágæt sko, við erum bara frekar sáttir með að komast í undanúrslit án þess að vera í miklum æfingum. Já, akkurat. Já, þeir eru búin að vera að taka ykkur frí í sumar. Já. Já. Það eðlilegt. Ábyggilega eins og fleiri hérna. Já, ég kannastu það sjálfur. En bara til hamingju með þennan árangur. Þeir eru komnir rosa langt að taka hérna úrslitin í losisbracket. Er ekkert grín, sko. En hvað myndirðu segja að hafi verið svona breakpointið í þessum leik? Hvað var það sem að færiði útlegum sigurinn? Honestly þá bara að þau eru búin að vera að spila saman. Ég búin að vera að taka nokkur skrim með þeim núna. Tók með þeim þátt í Open Division. Já. Þannig þau eru búin að vera að æfa sig mjög mikið og þetta sterkt lið. Það góður liðsfjöldi í því. Gríðarlega sterkt lið. Við fundum fyrir því sjálfur í gær, sko. Já. Það getur verið rosa erfitt leið og boltinu byrja að rúlla hjá þeim, þá er náttúrulega rosa erfitt að díla við það. En þið eru svo sem engar rólur heldur, þið kartöflumenn, og sýndu þarna snilldartakta á nokkrum stöðum. Ef vel að má hérna minnast á playið hérna hjá hann QRT á Kings Row þegar þið náðu dreka og eftir að hafa tekið út tank og healer náðu bara að klára mappið eiginlega algjörlega án andstöðu. Já. Hvað er það svona sem fer í gegnum hvað fer í comms hjá ykkur þegar að svoleiðis gerist? Þegar þið sjáu svona opnun, hvað gerist? Þegar við sjáum svona opnun sem við fengum að Kings Row, þá það oftast bara rush-in, allir að, þú veist, förum framalega, reynum að taka hotn eins, spilum í kringum hotn eins nálægt að þeim að við getum. En hérna, ég er með eina spurningu reyndar og ég ætla að vona að þú takir henni ekki illa. Hvernig leið þér þegar að Gemlingur kom hérna aftan að þér á Kings Row? Það var dálítið á mér, sko. Þú veist með þetta fullkomið deadeye hérna? Já. Það var bara svona eitthvað oversight sem fór yfir hausinn okkur öllum. Hann gæti verið einhvers staðar að fela sig. Já. Þetta er náttúrulega skiljanlegt í heita leiksins, gleymist kannski eitt ult eða eitt leikmaður. Nákvæmlega. En eitthvað svona shoutouts, eitthvað sérstakt sem vilt koma á framfæri? Nei, ekkert sem ég dettur í hug allavega. Nei? Bara að þið kartöflur væntanlega komið sterkir til leiks í næsta móti. Já. Og við hlökkum öll til að sjá það. Akkurat. Bara takk fyrir flott sjó, vel gert hjá okkur og til hamingju með þetta er 3. sætið. Já, 3. sætið fyrir það. Þannig að til hamingju með það, þið eruð í 3. sæti. Takk fyrir. Það er góður árangur. Og takk kærlega fyrir fyrst. Já. Takk. Takk. Já. Næst er það Venusat sem kemur. Já. Bless. Góða kvöldið. Kvöldið. Menn eru hressir. Hljómar þannig. Til hamingju með það. Takk fyrir. Hvernig er stemmingin í liðinu? Hún er mjög fín, sko. Við erum eiginlega svolítið chill eins og við erum náttúrulega að gera okkur tilbúin fyrir hinn leikinn, sko. Við erum að halda okkur bara í þessum hæ og kannski getum rúlað þessu áfram og kannski tekið ykkur að leiki af hrútum og sjá hvort við getum uppsetta þetta. Já, algjörlega. Hvað, hálftími í næsta leik? 20 mínútur? Já. 19:30 takið þið úrslita viðureignar við hrúta og hvernig er trúin á þessu? Þú segir þetta taka nokkuð möppa en hvað? Þið eruð alveg vissum að þið náðu að vinna þetta, ekki? Sko, við erum ekki of cocky, við viljum ekki segja við séum eitthvað sko að fara að taka það niður, en við höfum alveg séns, sko, við erum komin í gang og ég held að ef við keyrum þetta áfram eins og við erum að gera, þá
held ég að við getum alveg tekið eitthvað af þessu og jafnvel kannski tekið seríuna, sko. Já. Það fer bara eftir hvernig við spilum þetta fyrir hendi, sko. Já. Ég vil allavega meina það að möguleikinn til þess að taka seríuna sé alveg vel innan handar hjá okkur. Ef þið haldið áfram að spila eins og þið hafa verið að spila þennan leik, til dæmis, þá eigið þið góðan séns í hrúta. Já, við erum líka búin að vera mjög dugleg að fara yfir öll mistök sem við erum gert í mótinu. Við erum búin að, eins og þegar við sem sagt vorum fullholduð á Havana eitt skipti, þá læriðu við hvernig áttum að komast út úr spónkampinu, þar sem við vorum á móti í þeim í hrútum. Við fórum vel yfir það og það gagnaðist okkur mjög mikið núna, sérstaklega þetta á seinasta punktinum. Að vinna gegn því að komast út, og við höfum bara verið að vinna mjög hart að öllum litlum mistökum. Já, ég er einmitt alltaf jafn glaður þegar ég sé þetta full hold á þetta forward hold á Havana. Þetta gleður mig alltaf jafn mikið. Þetta svolítið dirty trick, sko, sérstaklega Havana. Jafnvel þótt að feilar á fyrstu mínútu, þá erum við búin að græða alveg heila mínútu þess að við getum haldið bara á þessu hotni, sko. Það er akkurat, sko. Insane value, sko. Ég held ég ljúi því ekki að þér, en ég held að við í Berserkjum höfum verið fyrsta liðið sem að gerði þetta í íslensku Overwatch-sinni, bara í fyrsta seasoni. Já, ég held það. Þannig að það gleður mig alltaf jafn mikið að sjá önnur liðið gera þetta, sko. Og þegar ég sá þetta koma hjá okkur, það yljaði mér, sko. En þið líka spiluðu það rosalega vel. Já. En já, við erum náttúrulega búin að æfa alveg fullt og erum að reyna að fara að halda því áfram, sérstaklega fram að Season 3. Já. En ég er með spurningu. Ertu með eitthvað svona makró tengt yfir í töluna í Hofavörðinni? Það sem að ef þú nanoar hann, þá chattar hann strax, eða? Sko, nei, þetta er bara mjög gott, svona, við erum bara með fallegt relationship, ég og Wordinit, sko. Þetta er eitthvað beautiful, sko. Þetta var náttúrulega algjörlega thing of beauty að horfa á Wordinit fá nanoið, wifi poppa, speedboostinu, og svo fór hann bara upp í bakaríið á auða í baklennu og tók bara alla í kartöflunum. Það var ótrúlegt að horfa á það gerast, sko. Þetta er snilldar dúo hjá mér og honum, sko, sérstaklega það kemur hann á honum, sko. Já. Eitthvað annað sérstakt sem stendur upp úr hér? Sko, ekkert sérstaklega, sko. Bara vonandi kem ég aftur hérna á eftir og tala við ykkur á sigri, sko. Já, þá reyndar skilst mér að við séum reyndar ekki að kasta þeim leik. Já, þeir reyndar ekki að kasta, já. En ég ætla að vona þín vegna að þú fáir að koma hérna aftur í viðtal sem sigurvegari. Og ég ætla bara að sýna minn bias sem spilari þoli ég ykkur ekki. En ég vona svo innilega að þið vinnið þennan leik. Af því að ég elska útlaga. Já, við vonum bara að við pullum át bara okkar besta leik og sýnum það í 2 heimana. Heldur betur. Gangi ykkur vel í næsta leik. Er eitthvað shoutouts sem þú vilt henda inn í svona lokin? Ég ætla kannski að shoutouta mömmu mína sem örugglega að horfa. Hæ mamma. Snilld að vera með mömmu að horfa. Kannski að fjölskyldan sé þarna á baki, ég veit það ekki, en shoutout á mömmu og pappa og þau sem eru heima, ef þau eru að horfa. Það er svakalegt, krútlegt. Já, halda áfram að styðja strákinn. Já. Það stendur svo vel. Takk fyrir mig bara. Takk fyrir leiðis. Gangi vel. Takk fyrir.